upplýsinga og skrá hjá ykkur, þá ég að tala um það að þið finnið upplýsingarnar á netinu, opnið nýtt skjal inn í Google Classroominu og límið síðan upplýsingarnar sem þið finnið inn í það skjal. Þannig að við myndum byrja hér, segjum ég var að leita heimkynnum fíla. Hér finn ég ýmislegt, en athugið að þessi síða er með mörgum leitarniðurstöðum og slóðin hér er bara fyrir leitarniðurstöðurnar. Þetta er ekki fyrir upplýsingarnar. Þó þið myndið sjá inn í þessu stuttateksta hér, það sem þið eru að nota, þá þurfið að fara beint inn á síðuna til þess að finna þetta. Og segjum að ég væri að finna þetta líkamlega einkenni fíla, þá er það komið hérna og ég get þá bara tekið þann part sem að ég vil, til dæmis bara allt sem er hérna, og afrita það og lími inn í skjalið. Ok, og hér kemur þetta allt inn. Síðan þarf ég að fara aftur inn á slóðina, inn á síðuna segi ég, og afrita þessa slóð hér, sem er hér uppi. Ég kalla slóð og lími það hér við. Þá veit ég nákvæmlega hvar þessi texti var og síðan nota ég hann þegar ég fer að vinna úr textanum. Þá opna ég nýtt skjal og skrifa minn eigin texta út frá upplýsingunum sem eru í textanum sem ég safnaði til mín. Ef ég hefði fundið upplýsingar í bók, þá myndi ég skrifa nafnið á bókinni og síðan blaðsíðuna, þetta verður blaðsíðu 20 og líka gott ef það er mikill text á síðunni að setja línuna. Til þess að vera fljót að finna þetta aftur þegar ég fer að vinna upplýsingarnar. Þið þurfum ekki að skrifa textan allan sem þið sáuð í bókinni, það er nóg að segja bara hvar hann er, þannig að þegar þið farið að skrifa textan ykkar, þá eru þið fljót að finna hann aftur. En það að setja niður hvar þið fenguð upplýsingarnar á eftir að hjálpa ykkur mjög mikið þegar þið gerið heimildaskrána sjálfa.